Öll þau sem prófa nikótín eiga á hættu að verða háð því. Helstu áhættu þættirnir eru að byrja ungur að fikta, að eiga foreldra eða vini sem nota nikótín, að hafa greinst með þunglindi, ADHD, kvíða eða aðra geðsjúkdóma, lélegur stuðningur frá fjölskyldu eða félögum, samfélag þar sem nikótín er viðurkennt sem eðlileg neysluvara. Nikótín hefur líka áhrif á ófædd og lítil börn. Ef móðir notar nikótín á meðgöngu er barni líklegra til að nota nikótín og önnur fíkniefni síðar á lífsleiðinni. Það eykur einnig líkur á ýmsum sjúkdómum og vandamálum. Lítil börn sem sjá eldri systkini eða foreldra nota nikótín vilja gera eins, en lítill kroppur þarf lítið magn til að verða fyrir alvarlegri taugaheitrun. Það er algjör óþarfi að bjóða frekjudós heim til sín og leyfa henni að stjórna lífið þínu. Mundu að þú ræður yfir þínum líkama. Hugsaðu vel hann. Nikótínsalar og framleiðendur lokka unglinga með litríkum pökkum og spennandi bragðefnum. Þeir vita sem að yngstu viðskiptavinirnir verða fljótt háðir og munu seint losna við fíknina. Þannig tryggja þeir sér viðskiptavinni ævilangt á kostnað heilsu og lífsánægju þeirra. Ekki láta blekkjast. Það er best að byrja aldrei. Með því sýnir þú líkamann þínum virðingu. Það getur reynst erfitt að hætta að nota nikótín, en mörgum hefur samt tekist það. Fyrsta skrefið er að ákveða að hætta og sjá fyrir sér lífið án nikótíns. Talaðu við einhvern sem þú treystir. Þú getur líka alltaf leitað til læknis eða spjalla við hjúkrunarfræðing á heilsuveru. Oft er erfiðast að hætta alveg. Stundum hjálpar að minnka nikótíni smám saman. Fyrstu dagana kviknar oft óstjórnleg löngun eða pirringur vegna fráhvarfseinkenna á meðan verið er að svelta frekjudósina. Þessi einkenni líða yfirleitt hjá á nokkrum dögum eða allt upp í 2 vikur. Eftir þetta tímabil tekum við annað þar sem löngun í nikótín kviknar við og við, sérstaklega við þær aðstæður þar sem þú notaðir nikótín. Þessi löngun getur verið ansi sterk, en frekjudósin þagnar venjulega á nokkrum mínútum. Hún þreytist hratt því hún verður máttlaus án nikótíns. Þetta tímabil getur staðið yfir í nokkra mánuði eða allt upp í 2 ár, en það er vel yfirstíganlegt. Á endanum gefst frekjudósin upp, tekur pokann sinn og fer. Hún nennir ekki lengur að abbast upp á þig þar sem þú hættir að veita henni athygli. Auðvelt er að auka eigið dópamín náttúrulega með heilbrigðu lífverðni og næringu. Farðu snemma í háttinn og náðu að minnstakosti 8 klukkustunda svefni. Svefn er eins og orkuskot fyrir líkamann. Afburðafólk í listum, vísindum og íþróttum nýtir svefn til að auka færni og ná meiri árangri. Aftur á móti ýtir svefnskortur undir pirring og kveikir á streitu. Hreyfðu þig. Með því að stunda líkamsrækt eykur þú dópamín náttúrulega. Finndu íþrótt sem þér þykir skemmtileg og fáðu helst einhvern með þér í lið. Borðaðu hollt fæði sem inniheldur næringarefni sem notuð eru til að framleiða dópamín. Egg, lax, lambakjöt, baunir, grænmeti, valhnetur, hörfræ, mjólkurvörur og kjúklingur innihalda allt sem til þarf. Að vera úti þegar sólin er hátt á lofti hjálpar til við að gera dópamínkerfið þitt virkara. Streita getur aftur á móti minnkað dópamín. Sjáðu til þess að þú slakir reglulega á, hittir vini og hafir gaman. Að hlusta á góða tónlist eða sinna áhugamálum eins og að spila á hljóðfæri, teikna eða horfa á myndir í góðum félagsskap getur losað dópamín. Það getur líka verið gott að skella sér í kalda sturtu eða pott. Það er nóg af sundlaugum hér á landi. Þar er nóg af dópamíni. Nú veistu vonandi hvernig nikótín getur haft áhrif á líf þitt og heilsu og hvernig þér getur liðið miklu betur án þess að bjóða frekjudósin í heimsókn. Því nikótín er allt annað en draumur í dós. Það er martröð í munni.